Það er námskeið á morgun í skapandi skrifum og að hluta til fer þetta fram hér í bókasafni Árborgar og Heiðrún Eyvindardóttir á línunni hjá mér, sælblessuð. Blessuð sæl. Já, þetta fer fram hérna á Selfossi og svo í Hveragerði, eða ekki? Jú, þetta er sem sagt á bókasafnunum og hjá okkur er námskeiðið sem er fyrir fullorðna. Það byrjar klukkan 10 í fyrramálið og er til klukkan 1 og svo byrjar námskeið fyrir börn út í Hveragerði klukkan 2 og þetta er þess að sami leiðbeinandinn sem er á þeim báðum. Og ég segja þér eitthvað þetta. Já, ég bara spá í þetta er erlendur leiðbeinandi það ekki sem er að halda þessi námskeið. Jú, hún heitir Elizabeth Rose Murray og hún kemur til okkar frá Cork á Írlandi. Já. Og er rithöfundur sjálf og skrifa fyrir börn og unglinga og gerir mikið af þessu að halda svona námskeið og workshops fyrir fólk sem að vil skrifa og hún er sjálf núna á vegum Gullkistunar sem að er á Laugavatni. Já. Og hún er þar í bústaðnum þeirra og er að leggja síðustu hönd á bókina sína sem á að heita Hendarbókin eða The Book of Revenge sem er partur af þríleik sem hún er búin að vera að gefa út og námskeiðið hjá okkur og námskeiðin hennar eru á ensku en ég reikna með því að Jón Össur verður með henni, í öllu falli verður einhver með henni sem að getur þýtt ef einhverjir vilja láta þýða fyrir sig það sem hún er að segja. Já, en þessi námskeið líka sem verða hér á Selfossi á morgun, er þetta líka námskeið sem er ætlað fyrir skrif barnabóka eða hvernig er það? Já, hún skrifar aðalega, hún hefur reynd að skrifa margt annað líka en hún skrifar aðalega fyrir börn og unglinga og þetta er ætlað fyrir þá sem að hafa hugsað sér að skrifa fyrir börn. Sem að við vorum óskaplega glöð með þetta því að hann Jónasur er í stjórn bókabæjana og hann er einn af þeim sem að stofnaði Gullkistuna líka. Þannig að hann kom með þetta til okkar, ég er núna komin í stjórn bókabæjana þannig að hann kom með þetta til okkar og okkur fannst þetta einmitt svo tilvalið verkefni fyrir bókabæina af því að okkar peningar eiga bara að fara í að gera eitthvað fyrir samfélagið okkar sem varðar bækur og bókmenningu og þetta er einmitt svo kjörið hlutverk fyrir bókabæina að taka sér að halda svona námskeið, tala nú ekki þegar við fáum leiðbeinanda sem er vel að sér í fræðunum gaman að geta boðið upp á leiðbeinanda sem kemur langt af einu sinni. Já, alveg sammála. Og hvað kostar svona námskeið fyrir fólk? Ókeypis. Þetta er ókeypis? Bókabænir og Gullkistan bjóðu upp á þetta. Já. Þannig að það eru bara, það er svo magnað. Það er nú ekki leiðilegt. Nei, það er svo skemmtilegt að geta boðið upp á svo leið. En og við náttúrulega sem erum með bókasöfnin og bjóðum þau undir þetta þannig að enginn þarf að leggja út neitt penning, bara að koma og læra. Hvernig er það best fyrir, er ekki best fyrir fólk að skrá sig fyrirfram eða? Jú, það þarf að skrá sig fyrirfram og hann Jónasur tekur við skráningu og það er ennþá tölvöldlaust á námskeiðið út í Hveragerði. Ég veit ekki satt best að segja þá af því að hann hefur verið með skráninguna og ég veit að það eru komnir 16 hér hjá okkur en hvort hann ætlar eitthvað að stoppa það eða bara halda áfram að safna, ég veit það ekki. Það kemur í ljós bara. Það kemur í ljós. Já. En netfangið sem sagt hans er Jón Össur@gmail.com og það er Jón Jon OZUR OZUR, já @gmail.com. Hann er kennari hér við Fjölbrautaskólann, það þekkja hann örugglega margir og hann öldukonuna sem er með búðina sem heitir hvað? Nú er ég ekki nær. Jú, handavinnubúðina Já, já. Já, þau eru meðal þeirra sem reka Gullkistuna. Já, skemmtilegt. Yep.
Ég er alltaf að læra eitthvað nýtt, sem skulle segja þér. Alltaf að læra nýja tengingar. Já. En þetta skemmtilegt og ég meina ef fólk ykkur vandræðum getur ekki haft samband við ykkur þá að fengi upplýsingar. Já, alveg sjálfsagt og við okkur og við hann og hérna bara, ég held að þetta verði agalega skemmtilegt. Já, ég trú, góð trú því. Mér finnst þetta líka skemmtilegt, það er gaman að skrifa fyrir börn og ég held að þetta er eitt af því sem að mér finnst eiginlega vanta pingulítið. Sammála, og skrifa vantaðar bækur fyrir börn, það er svo nöðsilegt að einhver, að sem flestir vilja snúa sér að því, sko. Algjörlega. Og svo finnst mér líka svo dásamlegt að ætla að vera með námskeið fyrir krakka sem vilja skrifa. Já, mér finnst það líka dásamlegt. Það er frábært. Þau nefnilega, hugmyndaflýði þeirra, maður nær þessu oft ekkert alveg, sko. Nákvæmlega. Ég er mjög gaman að ég lesa mitt eitthvað eftir krakka, mitt hugmyndaflýði nær bara ekki þangað, sko. Já, þau eru svo góði að spinna upp sögur. Algjörlega. Það er dásamlegt að nýta það. En það er vonandi sem að flestir nýti sér þetta en gaman að heyra í þér Heiðrún og ég segi bara góð skemmtun til ykkar á morgun og fylgist með þessu. Sömuleiðis, takk fyrir. Allt er fína. Já, bless.